Jæja Baldur, hvernig ertu upplagður fyrir fyrstu keppni sumarsins? Bara þokkalega, búið að vera svolítið vesen núna síðustu daga að bíllinn að bila svona rétt fyrir keppni og eitthvað og búið að vera langar nætur, þannig að ég vona að hann sé komin í gott stand núna. Og hvað var það sem bilaði og hvernig gerðum þið við það? Það var, fyrst var drifvesen, það var sem sagt í millikassanum læsing þar sem á að læsa þannig að hann verði læstur fram og aftur. Hún bilaði þannig við rettum því maður með því að festa það. Og síðan var stýrisvesen á honum, við erum ekki konum með maskínuna sem við pöntuðum, hún var bara aðeins og sinn og við smíðum þá nýja lagnir inn á hana og það var bara að leka aðeins með þeim, við fórum aðeins og prófuðum að mala við svona aðeins að hrista hann til og bara eftir það þá lakaði aðeins. Þannig að því ég var keypt í liðin í gær og hann er vonandi orðinn góður núna. Og hvernig á að keyra hann í kvöld? Verður full ferð frá fyrstu sérlið? Ég það ekki yfirleitt hjá öllum þannig, þegar við leiðum festa á sig hjálmann og spenna sig niður þá skilja þeir allt eftir á ráslínu og bara fulla ferð. Engin ástæðan til að keyra hægt og eftir rallykeppni? Já, það er svoleiðis, maður á að nota það, fyrst að maður er að keppa. Hvernig verður staðan í kvöld? Það verður ég vona það verður mjög spennandi og allir þeir sem eru að koma núna eru mjög hraðir og alveg óskrifa blað hvernig kvöldið á eftir að fara sko. Já, verður áhugavert eins og þú segir, það er erfitt að spá fyrir úrslit. Já, það verður það, en við ætlum bara að halda því áfram sem við enduðum í fyrra og vera hraðir og koma okkur í mark. Gangi þér vel. Takk fyrir það.
Þetta nú kunnuleg sjón í íslensku rally. Þegið. Hvað gekk þarna á fóttum minn? Var þetta allt og rætt með við hina sem voru undan eða? Já. Er það? Já. Fokka þér. Við sáum bara að það þurfti hérna að hefla veginn. Ég segi það. Þannig að við fórum bara. Baldur, oltinn á Mælifellsdalnum. Já. Hvað gerðist? Bara of hratt í beygina hérna fyrir ofan. Þetta er alþekkt beygja, hér hafa margir farið út af. Af hverju vissuð þið ekki að þessu? Við vissum vel af henni, við bara vorum búin að ná fylgi. Tökum fram úr honum bara fyrir þessu beygju. Bara mjög vel hleypt fram úr honum. Mjög vel hleypt fram hjá honum sko. En svo bara fyrir við hans hratt, þetta getur skeið bara. Þetta er rally, við vissum vel að þessu beygju. Komum kannski aðeins og vittlust í hana og lendum á grjótinu og hann byrjaði að rúlla og fer bara hérna niður. Henning og Ragnar Bjarni, báðir dottnir út, þannig að Íslandsmótið var farið að líta nokkuð vel út fyrir þig. Já, farið að gera það. Við á leiðinu upp yfir áðan, þá gekk mjög vel svona helmingin á leiðinni. Síðan byrjaði hann að Fúsko og Freda á leiðinu upp yfir. Þannig við töpuðum svolítið á það og upp yfir og það var stípla bensínkerfi hjá okkur. Og strákarnir redduðu því upp frá og við fengum bílinn í lag og vorum að keyra þokkalega ferð hérna niður yfir, eins og þú segir, náðum fylgir hérna og síðan bara gerist þetta. Og einmitt, já, ég held að þetta sé einhver álög, þegar Raggi dettur út, þá detti ég út líka. Hann er stopp hérna og við duttum báðir út á sömu leið í Hólmavík líka. Þú voru að fara að passa þig þegar þú segir appelsínugullan bíl út í kanti. Já, þá bara dóla ég svo ég klári. Hvað er mikið tjón á bílnum? Nei, eitthvað smá þetta hægra framhjól eitthvað. Við reyndum eitthvað að sjá hvort við kemum á staðinn. Það var ekki séns, þannig að það er bara sært stolt, við erum í lagi. Vonandi gengur betur næst. Vonandi. Já, það eru senkanir sko. Hvað kom fyrir pappa? Headpakning. Það er svolítið svoleiðis. Baldur, Rally Reykjavík framundan, hvenær árangurinn að vera í þessari keppni? Við ætlum að klára, það er alveg nummer 1 og 3. Í hvaða sæti? Það kemur í ljós. Það er búið að ganga illa í allt sumar og núna er bara að fara með bros og vörin í þessa keppni og bara keyra hratt og hafa gaman. Svona, reyna það allavega. Fullvar frá, já, fyrstu selið? Bara svona, spila á það. Fyrsta selið er Hvaleyrarvatn sem er stutt og enga sénsar þar. Við kunnum djúpa þarna vel, við getum keyrt það ágætlega. Síðan bara sjáum við til hvernig þetta fer. Ætlaði að vera fyrstur í kvöld? Nei. Hver heldur að verði fyrstur í kvöld? Ég held að Danni verði fyrstur í kvöld. En við verðum eitthvað eftir þeim hana. 3, 4 kannski. Það er svona draumastaða. Eigið þið eitthvað séns í skótan hjá Danna? Ég veit það ekki. Ég hafði aldrei svona bíl keppt hérna og aldrei keppt við svona bíl, þannig að það kemur í ljós. Gangið vel. Takk fyrir það. Áðumst inn í hópinn, nema Hafdís vilja tala. Hafdís, hvernig hefur gengið á þér? Það meira alveg. Baldur, fyrsta leiðin og Djúpavatn, þetta gekk þokkalega hjá þér. Já, búið að ganga mjög bara þokkalega vel, já. Og já, talsvert afföllum, þannig að þetta virðist, já, bara snúast um að halda sér á veginum. Já, það gerir það. Það er búið að vera, ég og Raggi erum búin að reikna okkur saman og hérna, það munar cirka 2 sekúndum á okkur núna, þannig að það er bara mjög gaman. Og Danni bara á annarri plánendu. Já, það er eiginlega svolítið svoleiðis. Þannig að Eigið þið eitthvað séns í hann á morgun? það kemur í ljós á morgun held ég. Hann er allavega búinn að sýna það, hann er mjög snöggur, þannig að það kemur í ljós á morgun hvað gerist. Gangið þið vel. Takk fyrir það.
svona. Það bara þessi hérna til að summa, ekki hringurinn. Kann ekki neitt. Baldur, hvernig hefur þetta gengið hjá þér í dag? Svona þokkalega. Hvernig hefur þetta gengið hjá þér í dag? Svona þokkalega. Og aksturinn, ertu alveg sáttur með aksturinn? Já, hann búinn að vera mjög bara öruggur og engir sénsar, aldrei tæpir, ekki neitt, bara þægilegt. En hvað, ertu þriðji á eftir Ragnari? Já, ég held að. Við erum búin að vera í smá bensínvesinni núna í morgun. Núna á síðustu leið þá fór hjá okkur bensíndæla. En við erum með 2 þannig við náðum að skipta yfir og keyra niður yfir. En hann var leiðilegur á leiðinni en við náðum að klára og það búið að skipta það og vonandi komið í lag. Þarftu ekki að auka ferðina aðeins til að ná Ragnari? Jú, allt rallið eiginlega eftir. Allur morgundagurinn lengsti dagurinn sem í rallinu og hérna. Þannig það heilmikið eftir og fullt af kílómetrum til að ná upp tapuðum tíma. Gangið vel. Takk fyrir það. Ég minna mig að 37 sek. rally í múlínara. Magdaginn? Hvert við vitum. Já, ok. Hafið þetta allt svona voða... Já, svona cirka bát. Ragnar Bjarni það bil 30 sekúndum á undan þér. Nærðu honum á morgun? Fyrir ekki. Andskotans fíblaskapur. Þetta dómari? Já, það grjótast. Baldur, þú ert það bil 38 sekúndum á eftir Ragnar Bjarni. Nærðu honum á morgun? Já. Ekkert flóknar en það? Nei, við ætlum að reyna, allavega já. Það allavega nóga kílómetrum til að vinna þetta. Heldur betur. Og Kaldidalurinn, við þekkjum hann mjög vel og hérna. Þannig það bara vonandi að það gangi allt upp á morgun og við getum vonandi náð hann. Skjaldbreiðarvegurinn getur refsað. Já, hann getur gert það og hérna. Það kemur allt í ljós á morgun. Gangið vel á morgun. Takk. Heimir, síðasta leið fellt út, af hverju það? Það bara, hún var svo gróf og menn voru að skemma bílana og það var bara öryggisástæðan var ákveðið að fella hann út. Nú vorum við á myndatökubílnum Original Subaru og það enga skemmtir á honum. Af hverju treystið þið ykkur ekki að keyra á sérsmíðum rallybílum? Það svolítið munur að þú setja að keyra á 20-30 gennum beigunar eða við á 90-100. Verður maður ekki að keyra eftir aðstæðum? Jú, við gerum það fyrir ferðinni, sumir gera ekki, þannig að menn hafa bara misjafnar skoðanir á þessu og hvor skoðunin rétt ætla ég ekki að fara að dæma sko. Það leiðin var alveg slæmi leiðaskoðun í rauninni, af hverju var það byrjað á ef þetta var alltof gróft? Hún var náttúrulega ekki af slæmi leiðaskoðun, af því við erum þriðji bíll á vegi og hún strax orðin talsveit grófari þá með þegar við leiðaskoðum. Þannig að, en þú veist, þetta náttúrulega bara mismunandi skoðanir hvað menn hafa, þú veist. Ég bara, ætla ekki að mynda með skoðun á því, skilur, þú veist. Ef hann hefði verið röllu þá hefði við rallað hana. Við sprengdum ekki dekk og bílinn í toppstandi, fyrir utan bara þetta fúsk sem var í honum. Þið náðu frábæran tíma á Kaldadal. Hvernig er staðan eftir fyrstu fyrir Skjaldbreiðarveg? Við erum 39 eftir Ragga núna. Náðu þið því á síðustu 2 liðum? Já, ég held það. Ef við tökum 10-15 ánum á Tröllháls, þá getum við fylgst með honum á Djúpavatni og séð nákvæmlega hvað hann er að gera og við áttum okkur fljótt að hvort við erum að taka á honum eða ekki. Þannig að ég myndi segja, ef ég ætti að veðja eitthvað, þá myndi ég veðja okkur. Og Baldur hefur alltaf verið hraðar á Djúpavatni, þannig að það er svona ykkar leið? Já, og ég gerði þetta líka. Ég vann Ragga hérna á jeppanum þegar ég var að keyra sjálfur.
og þá tókum við á síðustu leið. Er þetta ekki bara eins, Raggi og ég núna? Gangið vel. Takk. Baldur, endaðir á toppnum í síðasta rally og aftur núna en ekki alveg sama skilningi. Já, það er staðreyndin núna. Og þinn fyrsti sigur í Rally Reykjavík. Já, það er svolítið svoleiðis. Hvernig er tilfinningin? Hún er mjög góð. Og hver var lykill að sigri í þessari keppni? Já, strákarnir eru búin að vera rosalega duglegir að halda bílnum gangandi. Það er búið að vera vesen aðeins á honum og það virkaði og við náðum að klára alla 3 dagana og þá sérstaklega í dag það sem Raggi lenti í vesenni og við náðum að keyra fínt og já, þannig að... Náður rauninni bara að halda dampi í gegnum þetta og svo þegar á reyndi að þá var bílinn í lagi. Já, það er svolítið svoleiðis. Og þá áttu ennþá möguleika á titli. Já, núna það er reyndar ekki komið út úr síðasta rally stíginn fyrir það, þannig það kemur vonandi inn það og þetta. Þá er hægt að fara að reikna saman hvernig þetta er, ég held þetta sé allt galopið ennþá. Gangið vel í síðasta rally. Hvar ertu í Íslandsmótinu? 4. Cirka. Í handskólunum. Baldur, þú ert bara í hörkuslag Íslandsmeistaratitil, þá leit nú kannski ekki alveg svoleiðis út í byrjun tímabils. Nei, það er aldeilis búið að snúast við blaðið núna. Og já, þetta gekk alveg ferlega í byrjun tímabils sem endaði með veltu í Skagafirði. En já, svo hefur þetta farið að ganga vel. Já, það byrjaði mjög illa og einmitt já, veltaði í Skagafirði. Og síðan gekk Rally Reykjavík bara fram á væntingum, bara æðislega vel. Hvernig á að haga akstrinum helgina? Það er, eins og þú segir, það er möguleiki á titli en þá þarf allt að ganga upp og það þarf alltaf að vera í hvínandi, þannig að allir við gerum það ekki bara. Þú hefur í rauninni miklu meira að vinna heldur en þú hefur að tapa? Já, eiginlega. Með við eins og hvernig tímabilið er búið að vera þá er bara mjög fínt að enda það bara í botni. Nú aðstæður getur nú farið svo að þetta veri bara snjóral? Já, spáin segir það. Ertu eitthvað undirbúin fyrir svoleiðis? Nei, ég á snjófelgur. Get mikið meira en það. Gangið vel helgina. Takk fyrir það. Baldur, þetta gengur allt eftir planið, þú leiðir en þú þarft fleiri stig. Já, við þurfum sigur í rallinu og sigur á ofurleiðinu á eftir, þannig að já, það er bara áfram eins og við erum búin að vera að gera, bara full ferð og vonandi gengur það eftir. Full ferð á ofurleiðinu, það þýðir ekkert annað? Nei, það þýðir ekkert annað. Síðasta seljaði sumarsins og áðurinn er farið í vetrargeymslu, þannig að það þarf að nota þetta áður en maður skilar þessi geymslu.